Næst vil ég bjóða hingað upp Örvar Guðna Arnarsson, fjármálastjóra Ísfélags Vestmannaeyja, en hann ætlar að ræða staða mála varðandi orkuframboð og orkuöryggi frá sjónarhorni atvinnulífsins. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Ég heiti Örvar Guðni Arnarsson og er fjármálastjóri í Ísfélagi Vestmannaeyja. Og ég ætla að vera talsmaður vælubílsins, eins og við réttilega erum kölluð. Ég ætla að fara yfir þrennt, það er annars vegar orkumál fiskimjölsverksmiðja, mikilvægi raforkuöryggis og þrjú ætla ég að tala eins hið opinbera. Ég mun nota tækifæri hérna til þess að vera með rökstutt væl, alls ekki órökstutt, því að ég tel að órökstutt væl sé bara að kalla nöldur í dag. Og ég nota iðulega öll tækifæri til þess að vera með smá áróður. Ísfélag Vestmannaeyja er stofnað 1901, það er með 250 starfsmenn og við erum með starfsemi á tveimur stöðum á landinu, það er að segja í Vestmannaeyjum og hér á Þórshöfn sem er svona aðal ástæðan fyrir því að ég er komin til þess að tala. Og svona sem dæmi þá bara ef við uppsjá fyrirtæki eins og við erum, að við framleiðum mjög mikið magn á fáeinum dögum. Það er síld og síldarflapsar og loðna og loðnuhrogn og lýsi og mjöl og makríll og bolfisk. Og við gætum svona, þetta eru svona cirka about 1500 kaloríur á mann á hvern Íslending á hverju ári, á hverjum degi. En við getum svona cirka með kartöflum og gulrótum og þannig haldið okkur á lífi. Það myndi kannski saxast verulega á hjörðina loðnubresti. Og þetta gaman svona, þetta aðeins bara til upplýsinga að þá væri þessi pakki, það myndi kosta svona 100 krónur án vask, heildsöluverð, brettavís, svona dagsskammtur af þessari orku. Tækifæri, bara benda á það. En kafli 1, ég ætla að tala eins fiskimjölsverksmiðjur. Hér má sjá dæmi fiskimjölsverksmiðju Ísfélagsins í Vestmannaeyjum. Þetta er mikil og stór verksmiðja sem vinnur það bil 1200 tonn af hráefni á dag. Slík verksmiðja þarf mikla orku, ca. 20 megavött af uppsettu afli. Við getum fengið þessa orku úr rafmagni eða olíu, eða eins og norðmenn gera mikið, eða Danir, þeir eru í gasi. En síðustu ár hafa nær allar fiskimjölsverksmiðjur á landinu tekið upp rafmagn. Og í þessum samanburði má segja að Ísfélagi lítið frekar illa út. Við erum þessi tveir stóru olíudropar hérna á myndinni og svona ástæðan er mest leitið svo að það er bara ekkert verið rafmagn í boði á hvort staði. Vinnslustöðin hingað til fengið það litla rafmagn sem þeir hafa geta nýtt sér. Og hluta þessu náttúrulega það að flutningskerfi til Þórshafnar er ekki nema 6 megavött á meðan að þorpið og er að nota svona 5-6 megavött í topp. Við erum vel alveg full lestu þarna. En við hins vegar notum umhverfisvænasta orkugjafi í heimi samt sem áður. Við séum ekki rafmagn. Og hljómar brjálæðislega crazy en við notum verksmiðjuolíu sem er mestu leyti endurunnin olía, þar að segja það fellur alltaf til úrgangsolía úr skipum og bílum. Þessi úrgangsolía er hreinsuð, hún er mæld með fín gildi, hún er blönduð síðan með annar olíu og við brennum þessar olíu. Og í rauninni meðan við erum með bíla eða skip eða eflaust er flugvélum líka og smurolíu og allt þetta, þá fellur þessu olía til og því minna sem við flytjum þetta því umhverfisvænna er það að brenna henni hérna á landi. Bara flytja hana sem minnst. Þannig ég leyfi mér svona og set svona gras hérna neðst til þess að nota triksin í bókinni, nota græna litin. Og það er hluti þess að ég ætla aðeins að tala hérna eftir samskipti opinberra stofnana líka. Og ég fer aðeins betur inn á það. En
við erum hérna í þessari umhverfisvænu olíu, eins og Haraldur hljómar, og fáum ekki rafmagn til þess að rafvæða mjölverksmiðjurnar og spurningin er eitthvað vitið að fara í rafmagn fyrir okkur. Í dag má segja þetta sé sirka bát svona. Það þurfa allir að vera með olíuketil, vegna þess að það þarf alltaf að vara kerfi, þannig að það kostar ekkert að hafa olíuketil. Það kostar svona fyrir hverja verksmiðju svona 400 til 600 milljónir að koma upp rafmagnsbúnaði. Rafmagnskatli og lögnum og það eru loftþurrkarar sem þarf að skipta og ýmislegt. Þannig að þetta er kostnaður. Það kostar í dag svona sirka bát kílóvattstundin. Og ég er að bera þarna olíudropan, það er svona 5,8 krónur með við tiltekna nýtingu, með við svartolíu, með kolefnisgjöldum, án virðisauka, meðan það kostar eiginlega það sama í dag í rafmagni, með öllum kostnaðarliðum. Og þetta er eiginlega svona upphæðið af svona kafla sem ég með núna sem ég komin þá í vælubílinn og ég ætla aðeins að útskýra það að þegar ég hef svona margir hérna inni að hugsa með sér að geta þessi stóru uppsjávarfyrirtæki bara að borga. Búið að vera að borga hérna fullt ekkert narð. Þannig að þetta var svona intróið á vælubílnum. Þegar uppsjávarfyrirtæki eru nefnd á nafn, þá er auðvitað þetta hérna sem held ég svona kemur ykkur hugan hjá flestum, þar sem Jóakim Aðalundur og kafi í gulli og einhverju soltni frændur að fylgjast með þetta fjarlægð. Og síðan mætir þetta fólk og mótmælir hástöðum á öllum mögulegum tillætugum. En þetta fólk hefur ekkert reiknað og það hefur ekkert hugsað afkomu sjávarútvegs. Hvernig hefur þá gengið og hvernig er staðan í dag? Það er búið að vera meiri háttar lækkanir á síldarverði frá toppi reyndar 2011, svo var frábært ár. Makrílverðin 20% niður, ekki eins mikið. Og loðnan svona sirka í lagi og mjölið og lýsi, ekkert upp þar. Síðan erum við að sjá rússabannið þar sem að við þurftum að finna nýja markaði fyrir það bil 70% af frystum afurðum og nýja markaði sem borguðu minna. Það var náttúrulega að Rússland bannaði Úkraína var í stríð og Nígería setti á innflutningshöft. Egyptaland kom þarna inn örstutt og fór út aftur. Þetta er búið að ganga mikið á. Á sama tíma er náttúrulega eiginlega búin að eyðileggja alla markað með frystan hæng sem er þá karlkyns loðnan. Og þetta er svona eins og vísitala, það var 100 árið 2014, þar sem 60% fór til Rússlands. Í dag erum við með þá 27% af magninu í fyrra. En þessi markaður er vonandi, er hann þarna þegar ef við fáum að selja þetta aftur. En þetta er staðinn í dag. Og þá hugsa örugglega flestir hérna inni, hvað fenguðu ekki makríl þarna helvítið ykkar? Með grunnar að sé eitthvað þannig í haustum að einhverju. Og ef við skoðum þess að bara magna makríl og síld saman, þá er engin breyting. Síldarmagn hvarf á sama tíma makríl kom. Og við erum með loðnu sem haga sem með þessum hætti og akkurat núna er loðnu hrognatíminn og flestir í brúnum nærbúsum. Því að þetta er 3 vikna tími sem er gríðarlega mikilvægur fyrir uppsjávarfyrirtæki. Við erum búin að sjá ótrúlegar hækkanir í launum. Laun hafa hækkað um 55% frá 2011 í krónum og 75% í dollar. Og á sama tíma og menn voru búin að rafvæða sér út allt, að þá hækkaði raforkuverð í krónum talið 150%. Og allir í geiranum núna, þeir segja, hver andskotin voru að hafa okkur einhverju fíflum þetta. Því að það er orðið miklu hagkvæmara á tíma þegar að olían sérstaklega lækkaði að vera bara á olíu. Við erum með kolefnisgjöld sem hækkun 50% af áramótin og svona til þess að sparka almennilega í okkur að þá er einu atvinnutæki sem bera stimpilgjöldin að sjálfsögðu skip. Þannig ég líti á þetta svona í staðan. Svona einhvern veginn. Svolítið dramatískt, ég veit það. Mér finnst það vera skemmtilegt. Í hnotskurn er þetta arðsemi tiltækis uppsjávarfyrirtækis sem auðvitað Ísfélagi, það liggur beinast við. Og þetta var
Hún sýnir ávöxtun eigna og það ágætt að bera það saman. Rauðu línurnar neðri segir, það segir alla fjármálastofnanir segja þetta ykkar ávöxtunarkrafa á stórt fyrirtæki. Í þessu dæmi þetta HB Grandi. Þessi efri lína ætti að vera svona ávöxtunarkrafa eigna hjá minni fyrirtæki. Og við erum á þessum stað, það sem við áttum gott partí, 2010 til 13, já. En gestgjafinn blessunarlega ekki í dauðurinn á klósiti því að það búið að græja sig upp, við erum tilbúinir næstu niðursveiflu. En partíð búið. Og það ekkert eitthvað já, við skulum bara neyða það í rafmagn með því að hækka að skatta það. Það fyrir bara ekkert hægt lengur. Þannig það. Og þessi ég held að flestir forsvarsmenn sjávarútvegsfyrirtækja hafi mist andlitið þegar þessi frétt kom núna 1. mars, þar sem kom fram að meiri hluti vill lækka veiðigjöld. Og ég gulmerti en lækka gjöldin sko bara litlar og meðalstórar. Þessi krúttlegu, þessi flottuhyrirtæki. Fínu smábátaútgerðar. Og af hverju það? Það náttúrulega vegna þess að langstærsti hluti þessa vælubíls sem þessi smábátaútgerðir og litlar útgerðir eru að finna verulega fyrir þessum áhrifum. En þetta líka þessi stóru. Það bara ekki einhvern veginn eins og allt að verja okkur. Þannig að staðan, látum þess að stóru bara borga þetta. Það ekki svo einfalt. Þannig ég með ákveðin skilaboð í guðanabænum hugsaði einu svona ævin samkeppnishæfni útflutningsfyrirtækjanna og það ekkert endalaust að sækja peningi vasa stærri sjávarútvegsfyrirtækja. Þetta var kafli 1. Og ég svona næstu í búið með vælið. Kafli 2 rafmagnsöryggi og það sem að Guðni náttúrulega tókst að flækja það fyrir mér með því að setja 5 flokka á rafmagnsöryggi. En ég kannski að tala um 2 þeirra. Og þetta líklega svona helst ástæðan fyrir því að það óska eftir mér einna, þetta ég sé nút að tækifærið. Á Þórshöfn vorum við núna í desember að fjárfesta fyrir cirka 200-300, einhverja 100 miljóna í loðnu, til þess að vinna loðnu, hrogn. Vorum uppfæra búnaðan okkar. Og núna akkurat bara loðnu veðar í gangi, þetta 3 veikna tímabil. Gríðarlega mikilvægt. Ef að rafmagn myndi fara þegar við varum að landa úr okkar skipum með einhverjum skipum annara á þessum tíma á Þórshöfn, þá erum við líklegast ekkert að fá þau viðskipti aftur á árið liðinu. Því að þetta svo krúsíalt að geta unnið hratt úr þessu skipi svo það komist aftur á sjó, því að það eru allir einhvern veginn í algjöru stressi og ég veit að þetta íktasta myndin þegar gefur upp svo að fyrirtæki. En bara svona, það má segja hver dagur skiptir máli. Og það já. Og ég verð þó að segja að sko, síðust ár hafa verið fín, hafa lítið verið að fara niður rafmagn í okkur á Þórshöfn. En á sama tíma höfum við verið að sjá skelfilega lélega nýtingu á svona tölvum þegar bara að hrynja hjá okkur út af einhverjum svona sveiflu í orkunni þarna. Ég skil þetta ekki, en mér skilst að þetta hangi saman með því að það allt full nýtt í toppi og þetta hangir með þessu vandamálum sem eru fyrir norðan. Og við erum eiginlega að byrja þetta saman með Vestmannaeyjar sem hræðilegur staður þegar kemur að þessu sveiflum. Það var það líka. Jæja, heyrðu, kafli 3, hið opinbera. Og af hverju ég að fara að tala um eitthvað opinbera og samskipti Ísfélagsins og opinbera stofnun. Ég ætla að leyfa mér að segja að hluta af þessu öllu þessu vandamál og ekki bara þessu heldur fjölmörgum öðrum að það eru svo miklar áherslur á íþyngjandi reglugerðir. Ofboðslega há viðmið og stórt eftirlitskerfi og á sama tíma þetta ofboðslega erfið samskipti við þessar eftirlitsstofnanir. Og ég held að það séu bara lama íslenskt samfélag, ég bara verið að segja það. Og þegar að framkvæmdastjóra hjá stærri fyrirtækjum eða bara meðalstórum að hittast og það búið að rannsaka það fyrir 38% af tímanum að nöldra yfir opinbera stofnun. Bara rannsókn. Nei, það er ekki rannsókn. Trúið því. En það fyrir ótrúlegu tími í þetta. Það svona ísbrjóturinn. Hvað segir ég? Hvernig samkeppniseftirlitið að hafa sig núna? Eitthvað að gerast? 2 ár kannski að svara ykkur bréfi. Þetta öll umræðan þarna. Bara ofboðslega neikvæð þegar kemur eftirlitsstofnun. Ég ætla að nefna eitt dæmi og svo ég segi að taka þetta dæmi að þá á þetta bara við mjög margar stofnanir. Verksmiðjunar hjá okkur eiga að
sjá til þess að ryk sem kemur úr skorsteinum sé ekki yfir 100 mikrógrömm á rúmmetra eins og ég skil þetta. Og eins og allir skil þetta, þegar við fáum heldur ekkert sakalega góð svör þetta allt saman. Þetta viðmið sem við erum að passa upp á. Og ég tók þessa mynd frá í gær, þetta bara Grensásvegi, rykmagn, sömu viðmið, mikrógrömm í rúmmetra, og við erum allir að spyrja okkur, þetta samanburðarhæft? Það þannig að bara þetta viðmið sem þeir setja, sem sko mælt inn í skorsteini, við höfum ekki farið yfir það ákveðið, að það sé hættulegra að standa við Miklubrautina. Og við spyrjum okkur á þessu, og við bara trúum þessu ekki að þetta eigi virkilega vera svona. Og við erum að spyrja okkur líka, hvað ef það kemur önnur fiskimjölsverksmiðja við hliðina á? Og að tvöfaldast magni, er það tvöfald verra, er það ekki hægt? Má það ekki? Við erum að spyrja okkur, hvað ef við brennum allan sólarhringinn, allt árið kring? Er það munur á því og brenna í 2 vikur? Og við erum að gati alltaf. Og þetta er ekkit svona svör sem við fáum, og þess vegna er alltaf þessi umræða, rosalegir hálfvitar eru það hinn megin. Og ég held að þetta er svona kenning hjá mér að þegar 2 hópar, svona eru svona hálfpartíðinu, svona 2 hópar tala eða illa hvort annan. Það er svona ákveðin kenning hjá mér. Það er alltaf hinn aðilinn virðist alltaf vera hálfviti. En það er svona, og það er á hluta til vandamálið það er ekki samskiptin enga veginn góð. Við erum til dæmis að senda Umhverfisstofnun bréf í janúar í fyrra og við erum að fá svar í desember. Þetta er svona, þetta þarf að laga. Jæja. Og ég spyr mig rykmagn, í fyrra mældust 800 kíló á ryki, gæti ekki fyllt þetta kar á einni verksmiðjunni okkar. Ef það verið góð loðnuvertíð, þá er þetta kannski svona 2 kur. Það er ekki hugmynd hver eðlisþyngd ryksins en ég efast myndi fylla 2 kur. Og ég er svolítið veltað fyrir mig allt þetta bras, út af þessu, út af á endan. Jæja. Og væri heimurinn ekki aðeins betri viðhorfið væri að vinna með atvinnulífinu og leysa raunveruleg vandamál, ætla að enda þetta á með svona einhverju enda. Jæja, heyrðu, ég ætla að taka 2 önnur dæmi. Við erum með kolefnisgjald og bílar eru með kolefnisgjald og við erum með skipin líka. Og síðan sjáum við einhverja svona frétt. Varðskipin keyptu olíu á varðskipin fyrir 250 milljónir í Færeyjum. Hvað það er krúttlegt. Það er verið að kíkja á frændina bara. En það er ekki ástæðan. Það er ástæðan svo að það er ekki hægt að selja skipum, eins og erlendum skipum sem eru að koma til Íslands, olíu, vegna þess bara á Íslandi þarf að leggja á kolefnisgjald. Og þess vegna fer til dæmis án efa varðskipin til Færeyja að kaupa olíu af því hún er ódýrari þar. Og það er fangaði siglt. Vegna þess að þið eru búin að útbúa því, ég veit að kerfið, mörguleiti, er búin að útbúa kerfi sem veldur þessu. Að skipur að sigla til Færeyja til að segja sér olíu. Og við erum með fullt af útgerðum, norskum, grænlenskum, færeynskum, þau taka ekki eldsneyti á Íslandi nema þau þurfið þess. En það er búið að eyðileggja olíuiðnaðinn í landinu með þessu. Þessi þjónustu fyrirtæki get ekki þjónusta eðlilega fyrirtæki. Við tökum að sjálfsögðu olíu þegar við erum að veiða kolmunna fyrir Færeyjastrendur, þá tökum við olíuna sjálfsögðu í Færeyja. Og sama tíma er ekkert hugsað samkeppnisefni þjóðarinnar. Við sjáum þetta líka bara, ég nefni það oft, við erum með bankaskatt í landinu á 0,7%. Og hvað veldur því? Allir eru nú að taka til lán hjá Byggðastofnun líka við, að þeir eru ekki með þetta ekki allt. Við erum með lífeyrisfélögin sem eru að lána í húsnæði af því að bankarnir eru ekki samkeppnishæfir. Og við erum að taka lán í útlöndum af því að íslenski bankar eru ekki samkeppnishæfir. Og ég ætla að enda þetta á einhverju svona skemmtilegu og svona getrum. Hvaða land austan Járntjaldsins er verið að spyrja? Þetta er flugstöðin þar. Ekki segja, ef þið vitið. Og ég er búinn að fjarlægja skiltið þarna. Þetta er örugglega einhvern tímann eftir fall, löngu eftir fall Berlínarmúrsins og
Og svona mikil niðurníðsla í gangi þarna. Þið vitið náttúrulega svarið. Þetta er í Reykjavík. Og hættan, og af hverju þetta svona? Ég meina, við fengum þarna, við erum aðra flugstöð hjá Ernir og þeir gáðu okkur nýlega 8 auka fermetra. Það var bara stórkostlega. Það var þetta að fá sér sæti. Og af hverju þetta svona? Bara því að það er svo mikil óvissa með flugvöll. Og þetta er það sem við erum að gera á Íslandi í dag. Það er alltaf þessa óviss. Kemur að sjávarútvegi, bönkunum, olíufyrirtækin og ýmislegt. Þannig hættan er að sjávarútvegurinn endi eins og flugstöðin í Reykjavík. Takk fyrir þetta.